Hvað var að meðferð geðklofa, þá verður að segjast eins og að meðferð með geðrofslyfjum, sem sagt lyfjameðferð, mikilvægari hér heldur en í meðferð eða allra annarra geðsjúkdóma. Og það hefur reynst mjög erfitt alla jafna að koma fólki aftur í farvegi í lífinu en með því að nota lyfin. Þau eru svona viss grunnur í flestum tilvikum. En ég vil einnig leggja áherslu á það að þetta er oftast ungt fólk sem að veikjast. Fólk í skóla, fólk sem að fara inn á vinnumarkað, fólk sem að skapa vinatengsl, félagatengsl fyrir lífið. Og þá er gífurlega mikilvægt að bregðast snemma við áður en að það fer illa út úr sínu farvegi í lífinu með svokallari snemíhlutun. Og þessu beitum við mjög mikið í dag, höfum sérhæft teymi sem sinnir þessu og það er mikilvægt að það líði ekki langur tími í ómeðhöndluðu geðrofi hjá fólki. Það hefur tengslu verri horfið til lengri tíma. Fólk þarf einnig sálfélagsleg úrræði, það er ekki alltaf að ná að framfleyta sér, það þarf að búa einhvers staðar, það þarf öryggi, það þarf stuðning fjölskyldu sem þarf að fræða, það þarf að taka á vanda sem að spilast oft saman við þessi vandamáli eins og kannabisneysla gjarnan, stundum neysla annarra vímugjafa og reykingar. Svona 70–90% þeirra sem að greinast með geðklofa reykja og við skiljum ekki alveg á hverju hlutfallið er svona sérstaklega hátt fyrir þennan sjúkdóm, en það er ákveðin raunveruleiki sem er mikilvægt að vinna með því það hefur horfur á lífslíkur og lífsgæði til lengri tíma og sama má segja varðandi lyfjameðferðina, hún getur aukið þessa áhættu í gegnum þyngdaraukningu á seinni árum, þannig að það er mjög mikilvægt að vinna í lífstílinu með fólki og fræða fjölskylduna. Hvað varðar horfurnar, þá má segja að 1 af hverjum 6 hefur góðar horfur, veikist einu sinni og veikist aldrei aftur og nær sér bara býsna vel á strik og nú er til að mynda John Nash sem að fekk Nóbelsverðlaun á sínu tíma fyrir leikjafræði nýfallinn frá Hamadæmi einstakling sem veiktist að vísu ekki einu sinni, hann veiktist endurtekið en náði sér mjög vel á strik á milli og gat stundað sínar rannsóknir og sínar kennslu. Þannig að það er kannski svona 2 af hverjum 6 sem veikist endurtekið, ná sér mjög vel, komast aftur út í lífið og stundum hefur þetta fólk ákveðna sérhæfileika eins og hann hefur en það er algengara að þeir sem veikjast á geðklofa, þeir hafi átt í einhverjum erfiðleikum með skólagöngu og nám á grunnskólastiginu. Hins vegar svona 3 af hverjum 6 glíma við endurtekin veikindi og stundum með samfelldri skerðingu á getu tíma þar til að sjúklingun er búinn að ná svona ákveðnu stigi sem að verðist svona festast meira á. En til að minnka líkurnar á þessum alvarlegri veikindum er gríðarlega mikilvægt eins og ég segi að bregðast snemma við. Það er svona mikilvægt að fólk leiti sér aðstoðar fyrir sína veiku einstaklinga sem byrja að veikjast á þennan hátt. Einnig er mikilvægt fyrir foreldra held ég að vera krítískir hvað varðar kannabisnotkun ungs fólks og miklu krítískari heldur en hvað varðar kannabisnotkun kannski fólk sem er miðaldra. Því að kannabis hefur ekki sömu áhrif þar og þessa áhættu eins og hjá ungu fólki.